skotið hægt að fá ekki eina einustu mynd hvað þá sé tekið við með viðtal. Þú ert bara aftur, þú bara tekið mynd að nefnum á það núna. Finnst þú ekki hægt? Jú, mér finnst það. Þið ná ég. Það getur ekki aftur myndina mér. Við höfum nóga tíma, við skulum bara bíða, við getum sungið eitthvað með hann. Það syngir það eitthvað. Hvað veit þú? Það er fleiri.
Hann var hátt
Marteins og Mývatnssveit. Þau Pétur og Gróa eru talin hafa búið allan sinn búskap á heiði. Þau eignuðust 4 syni, elstur var Bjarni, síðan Guðbrandur, Flóven og Vigdís. Nú skal vikið lítillega að Guðbrandi var bóndi á heiði eftir föður sinn 1773 og hann talinn hafa verið dugnaðarmaður og bóndi góður. Hans kona var Guðrún Ívarsdóttir frá Hrollaugstöðum. Þau giftast 7. nóvember 1773. Er svo frásagt að með þeim væri helmingar, fjárlag og sagt í Kálkavað og fjórðungsgjöf. Héraðlaug, morgungjöf, 20 spesju ríkisdali og síðurskeið. Ennfremur 10 dýralíks í knappar og síðurstörf. Sérstakt því að engin kosmosbragur er á framkomu Guðbrands kirkingafræði. Er hann á 24 ára aldri og mun hafa tekið í jörð og búi af foreldri sínum þessar mundir. Guðbrandur Pétursson á heiði gerði prestur og jánísinga og mun hagur hans hafa staðið með miklu blóma miðað við það sem hann gerði. En sú auða var ekki langvinn. Þau Guðbrandur og Guðrún höfðu verið í 10 ár við búskap á heiði og eignast 9 dætur. Þá væri móðan gekk í dag. Móðuharðingin höfðu öll sett hafa völd. Geta má nærri að hún hafi verið þung á bárunni norður það þegar kalla mátti að hún festi með Ölvökkum inn í góðsveitin Suður-Þingeyjarsýslu. Enda lá við borð að hún legði eyði í útsveitin eins og Langanes og Þistilfjörð. En hvað gerir móðan? Hún heimsækti sitt við vordugum 1783. Þegar hún hætti í fyrstu og kynni sér í Kyrrþey, hvernig veiðinni ríkja og vötnin falla til sjávar. Árið 1785 létust 68 manns á Nesinu úr einmitt og ófeiti. Svo Þórasverða tók að heiða heimili sem og annars staðar. Kristfjalli valinn móður systir Guðbrandar hreppstjóra, góð og ófreyðum, eins og sagðan segir. En þó var betra fyrir en þessi ósköpum líki. Mun það hafa verið undir sjálfa uppbyggingu móðunar að Guðbrandur hreppstjóra á heiði neyði valinn 18. desember 1785. Grafinn á Sauðanesi 28. sama mánaðar. Eftir hann gafst Sleipur í peningum 12 árinni. Eftir hina aðra létust á völdum fáunar en ekkert að fást eða veitast í vegum. Á þennan gráðbróslega hátt klippt út til frásagnina af mannfeldinum á Langanes í lok óaldar árana 1783. Allt þess er þó auðsagt að heiða heimili var þó ekki svo að vegist að hann neyddist til þess að frá höfðingja sínu húsbónda kasala sem gerði þar heimilja endur fjölskuðu. Þetta var greitt fulla blokkum fyrir hina síðustu gistingu og sem lögstóðum. Þar með Guðbrandur hreppstjóri og heiðu sögunni gráinn og grafinn aðeins 36 ára aftur. 1 ára eftir að hann fekk ríkmann eftir útkaup og gaf gjafir. Fjölskyldu Guðbrands er það að segja að hann átti eftir sig vinstekna konu og hófum á það. Þessi sambúðarstöður ummæli stafa frá sóknarprestinum og bera honum ákveðnara vitni en hann kann að hafa ætlast til. Sennilega hefur þó presting verið helsta sveitaskóp og að þá á sig vitlausra konu og stóran og barna til viðbót frá öllu öðrum frá því heimili er áður átti drýgstan hundi að vera með hún sviðrafnar hvað var eins og árás í opna sköldu gerðar samverð. Ummæli Hermann að Draugúrsráður heiðaskota nefndist væri orsök í fráfalli Guðbrands og Sturlungur og konunnar. Hér mun hafa borið hann á svipuðum tíma og lagt heiðarheimilið með öllu í rústi. En skipti móðinu einnig saman eftir hafa verið trúandi sem herr. Hver mörgum mannskefum hefur hún og fleiri slíkar bláum glatast. Hver mörgum fjölskyldum hefur hún sundrað. Hver mörg dýri hefur hún lagt í heiði. Hver
kjark og dug hefur hún lamað og brotið á kakkanum. Hver getur varið sín eigin bæ þegar byggðin öll einhvern útfant í hafi öll og einn, svo að nálega rýmni, detti og brennsteinn. Og hafi svo í ofanlag komið þungt og ömurlegt heimilisbörn, vitskert, kona, börn, ungbörn, umhverf, lítill og sár, storknum í stað allsnakka. Þá þegar verða skýjalegt að Guðbrandur hreppstóri, hnígur í valinn í sjálfri kvöldum, þótt engin spotta komið til sala. Hafi svo Heiðarsýslu litlu staðið með bílar allslausar í ástofni 1785, ásamt móður sín í vitri. Einstæðisháttur og allskýnaðar hafi verið svo heimakristja þegar þær hafi trúið af langa ævi. Hér aðeins leiktur ljós frá löngu liðinni tíð og heim. Það hefur í gegnum tíðina ríkt bæði gleði og sorg, en í dag ríkir aðeins gleði yfir því að hafa aftar góða forfeður sem gátu veitt öðrum ómælda gleði, húsastóra mat, þótt oft muni hafa verið að viltu að takka. Ég mér nú það vexaði mig fyrir hans okkar allra, alls mannfólksins sem gerir nú, að færa þeim bestu þakki sem hafa borið hýtta og þunga undirbúnings þessa velheppnaða ættarmóts, hér í lagi jólifænda okkar Lárusinni, fyrir hans fornúta vilja og takmarkalausa fornvísi í dag alls þessa stóra kvendags, þá ekki hvað síst, þeirri rektarsemi sem hann hefur alltaf sýnt heim. Aðeins fyrir hans elgjusemi og rektarsemi heiti þó enn það sem hún fram.
og börn frá ýmsum heimilum og bæjum þar í bænum. Veistu hvað það er? Veður höfðu verið slæm undanfarna daga og ekki hægt að fara í fyrsta tölu, 9 dætur og 5 syni. Auk þess fóstursonur þeirra Snorri á Bergþór bróður afstöðu. Var ekki annað að sjá en að hann væri þeirra eigin sonur, enda kunni hann að meta það og reyndist góður sonur. Við þessa hugleiðingu fjölda barnanna kemur í hug sú staðreynd að ekki var neina styrki frá ríki til handa hverju barni eins og útgifta. Ég minnist þess ekki að ekki væri gestir á hverjum degi og oft næturgestir. Þá var töluvert horft á skálum og síðar ferðir talan til Þórshafnar og oftast var gist í veðurhænum á heiði. Aldrei kom það fyrir að seldur væri næturgreiði eða önnur fyrir greiðsla. Ég vil vilja ykkur að aðtá það að þá var enginn þau tæki sem nú eru, þá var ekki rafmagn, þar af leiðandi ekki skápur, ekki kristikistna og enginn heimilistæki til að létta heimilishaldi. Nú finnst okkur ef rafmagnvantar einn dag að allt sé óvolegt og allt frammi til. Vartir heimilistarfa þurfti að sækja í lækniskamp frá bænum, hvernig sem veður var. Þá var ekki mannsleiðsla, allur matur var skoðinn á eldavél sem hituð var að mestum með spýtum sem sóttar voru í fjöruna og trollar niður með sleggju og fleygum. Það var mikið verð. Einnig var notaður mór og lítisháttar kol, en kolin voru dýr og allt þurfti að spara. Þá voru engar lánastofnanir og fólkið varð að lifa af því sem búið framleiddi og þetta tókst, eins og raun var vitni. Það sem er að einkennt hafi þetta heimili öðrum fremur efnalega séð var sparsemi, nýtti og dugnaður. 1930 var efnahagurinn tekinn að rýmkast og var þá ráðist í að byggja íbúðarhús úr timbri og steini. Alla steypu þurfti að hræra með rekum með handaflunum einu saman. Það ætti strömfið í dag. En þá voru börnin að verða liðtæk við vinnuna og allt gekk vel. Svo heppilega vildi til að smiður við bygginguna var afburðagóður smiður. Jóhann Spöðsson að nafni. Ber húsið þess verki enn í dag hver hagræðismaður Jóhann var. Jóhann var síðar pennarsonur þeirra Jóna, fæddist hann Láru dóttur þeirra. Eftir að þetta hús var byggt var barnaskóli sveitarinnar þar í mörg ár. Börn frá skálum og fleiri bæjum voru þá þar í fæði. Þá var sem oftast mannmark á heiði, en þá voru dæturnar komnar á legg og léttu mörgum verkum á móður sinni. Ég hygg að þá heimili geti státað af meiri samheldni en ríkti á heiði. Foreldrar og börn voru sem ein heild, þar með talið Snorri, fóstursonur þeirra. Allir vildu vinna heimilinu gagn. Vinnudagurinn var oft langur, til dæmis þegar jafnhliðað var verið að afla heimborða til vetrarins með orfi, ljá og hrífu
þar sem þá voru engar heimildarvélar til og sjór sóttur til að afla fæðu og einhvers gjaldeyris. En allt blessaðist þetta fyrir samveldi fjölskyldunar því það lá höndin ein og ein allir lengi saman. Tvö börn þeirra eru varlegir móðuna miklu. Það eru Sæmundur sem létu smiðsvörum áramótin 1949–50 og Guðlaug sem nú látinn fyrir allmörgum árum. Því tengdasyni þeirra eru einnig látnir Jóhann Snæbjörnsson, giftur Láru eins og áður er sagt, Jónatan Magnússon, giftur Bergþóru og Gunnólfur Einarsson, giftur Guðlaugu. Allt mætir menn og sjálf eru þau horfin yfir landamærin og jarðsett í Sauðanesskirkjugarði. Fljótlega eftir lát Sæmundarsonar þeirra sem var að mestu tekinn við búinu var saga þessa heimilis öll. Fólkið fluttist burt frá heiði og nú ég ekki rekja tildrög þess námi. Ég hefi aðallega bundið þessa suðurlausu tanka við neðri bæinn á heiði og húsbændurnar þar og því verða þessi orð ekki fleiri en þetta heimili hefði mátt rita Linka bók. Þetta er eins og smá lyktur sem koma upp í hugan frá liðinni tíð. Ef þið getið lesið milli línanna og myndað ykkur einhverja mynd af þessu heimili og séð hvert dregnir þar var unnið, þá er vel. Ég gat þessi upphafi að fljótt hefði sést að Arnþrúður og Lárus hefðu verið þeim vanda vaxinn að stofna fyrirmyndar heimili og nú hefur sagan sannað þau ummæli. Ég veit að börnin þeirra og barnabörnin sem hjá þeim dvöldu erum við sammála að hér er ekkert ofsagt mannkosti þessara elskulegu hjóna og ég veit að börnin sem dvöldu hjá þeim á skólanum á heiði litu á þau sem góða foreldra. Slík var umhyggja þeirra Arnþrúðar og Lárusar fyrir öllu sem þeim var trúað fyrir. Mig brestur orð til þess að þakka þeim sem verð væri alla þeirra elskulsemi í vinskap. Guð blessi minningu þeirra. Ég á ekki betri ósk til handa barna þeirra og annarra afkomenda en að þau ástundi að líkjast sem mest þessum ágætu hjónum. Og með þessum orðum þá viljum við í huganum senda Guðjóni Kristjánsinni hjartans þakki fyrir hans sundurlausu tanka sem ég tel vera stóra sem að hann orðar svo. Í huganum kveðjum fyrir með góðu lokvæði.
Það er svona hugmynd
okkur hvort að hérna sælisöngin eftir þá einnig hvort við að dansa hérna og það ótrúlega gott veður úti og kannski var heiti og ef að meiri sem fara þangað eða dansa hérna og að þá það að við hjálpum í þar. Ég veit hvað mig að taka þetta myndir að vara svo að viðkvæmast á þetta þess að þetta höfum á myndir að koma þessu á. Jú, það er rétt að þetta er búið að velta tíma nokkuð lengi og ég hef búin að eiga tala við ótalmarga í þessari rætt og það hafa allir vilt þetta og það sem að hefur gert mest í því að ég hef haldið áfram að gæla við samningin er það að það voru allir jákvæðir. En það sýnir þessi samstarfi á okkur í kvöld hvað virkilega hefur áframburði. Og mig langar svona kannski endingu, ég fór að hugsa það eftir viðtal í myndinni hans Harðar sem hann átti við mig sem ég var alveg búinn. Ég var eitthvað að rjafna hann með utan húsið að heiði og ég vissi hvað ég átti að segja. Nema það að mér datt í hug hvað gæti gert minjar þetta mót. Mér datt þá í hug að það vantar endilega legstein á leiðin í kirkjugarðinum og ég sagði þetta þá en síðan fór ég að hugsa málið. Veraldlegir hlutir eins og legsteinar eru forgengilegir, þeir eru góðir, það vitum við, en svona stór hópur getur ýmsu áorkað. Það er eins og sagt var hérna í erindinu áðan, vonum hvernig að orða, en líkil má höndin einu og einu allir leggja saman. Að ég fór að hugsa þetta svona spilnum með legsteinin. Við getum komið honum upp. En svona stór hópur, það er líka hægt að gera annað. Til að minnast þeirra hjónanna þannig að það verði varanlegt til eilíðar. Að það er stofnun á sjóði í þeirra minningu. Og við skulum bara hugleiða það hvað það er sjóður. Það er, ég held að ég þurfi ekki að túlka það eitthvað meira að þetta er gert í mörgum tilvikum og við þetta þá var þetta þeirra nöfnum að þvæg. Þetta var hugmynd. Og mig langar svona í lokin á þessu að biðja ykkur það að standa á fætur og heiðra þessi hjón. Af ýmsum punktum af jörðinu og nábýlega og næstu jarða við heiði. Til dæmis að þá er landamerki heiðajarðarnar á miðju Skálanesi sem kallað er. Og það frá Skálanesi í Þúfustein og frá Þúfusteini í Halldóruseli og frá Halldóruseli í Guðrúnaborg. Guðrúnaborg í síðri enda Hamravars og frá Hamravatni í mitt Hamrafjall og frá Hamrafjalli í Heiðarfjall sem ber örnefnið af mjóddinni í Heiðarfjalli og frá þeirri mjódd í Djúpadal og frá Djúpadal í Herdísarhól. Þá erum við komnir hálfan hringinn að vesturjaðri Heiðarland og þá er frá
Gunnarvarslæk í Hólmavatn og frá Hólmavatni að Hlíðarborg. Þá erum við komnir hringinn með örnefni og landamerki heiðajarðar. Nú, ég kann ekki að útlista þetta á annan hátt en þennan. Segðu mér Snorri, nú var lendingin þarna beint niður að heiðatúnu. Það er náttúrulega með heiðarbúskap á heiði frá fyrstu tíð, býst ég við, að þá hafi verið blandaður búskapur, bæði stundað kvefkvarrækt eða landbúnaður og sjósókn, alltaf meir og minna. Og uppsátur á heiðajörð var við lendingavör sem við kölluðum að fara niður að fiskikofa, því þar var byggð aðstæð til þess að verka fisk á sjávarbakkanum. Þessi lending eða lendingavör er með greinilegu merkjum enn þetta í dag og er dálítið sérstæð. Það var meira að segja sem ég man eftir, meðan það var útræði á þessari lendingavöru, að þá var fiskur verkaður í salt og oft vaskaður út sem við kallað var og þurrkaður á fjöruborði eða fjörugrjóti. Segðu mér, Heiðarhöfn, það er nýbýli frá Heiði? Heiðarhöfn? Já. Já, Heiðarhöfn var byggð náttúrulega sem nokkuð nýbýli úr heiðajörðinu og tilheyrir heiðajörðinni. Hver byggði nýbýli þar? Sæmundsson, prestjón á Heiði gerði það, byggði þetta nýbýli handa dóttur sinni Þórdísi og þar bjó hún alla sinn búskap. Þórdís, sem föðursystir mín, lærði saumakona og hafði oft eina og jafnvel tvær stúlkur með sér í saumaskap. Hún saumaði karlmannafatnað og ýmsan annan fatnað sem var nýmæli í þá tíð eins og þessu. Vissirðu hvar hún lærði? Hún lærði á Seyðisfirði hjá skreðara á Seyðisfirði og kom það með sín réttindi. Hún sagðist hafa réttindi til þess að innan þetta verkefni henni. Og þetta hafði hún með höndum alla sína tíð, frá því fyrsta ég man eftir. Segðu mér, ektarmörk, þetta var ekki alltaf farið eftir klukkunni. Ektamörk á Heiði eru náttúrulega eins og á öðrum jörðum sem er mörgum. Það var náttúrulega kallað dagmál þegar að sól var á dagmál og hnútu og hádegisbil þegar að sól var á hádegisvörðu sem var undir Heiðafjalli. Við Nóntúu sem er náttúrulega stendur beint vestur af bænum. Náttmál var náttúrulega við náttmál á Túu eins og við vildi orða það. Þetta var náttúrulega alltaf og var nokkuð konur í klukkustað því að það var nú, fyrst til ég man eftir mér að þá var oftast farið eftir sjá hvað sólinn var, hvað skipti á þessum ektamörkum. Það var ekki með svona klukku þá. Segð mér, svo er gullþúan, hún er svolítið merkileg þarna í túninu. Já, það er náttúrulega mörgum jörðum sem fylgir nokkuð álaga blettir og þarna á Heiðatúni
sérkennilegur þúfusteinn, eins og það, ef ég vil orða það stór steinn grasi vaxinn sem nefnd hefur verið gullþúfa. Álagatrú á þessari gullþúfu sú að það megi aldrei róta grasi á þeirri þúfu, því það muni boða óhamingju. Þetta var föst munnmæli og trú minnsta kosti alveg fram á mína daga. Og enn í okkar vitund. Snorri, þú varst að segja mér áðan frá ömmu þinni, Guðlaugu Jónsdóttir. Já, hún var blind í hvað, 20 ár? Guðlaug Jónsdóttir var kona Sæmundssonar hreppstjóra og Heiðu sem bjuggu þar alla sinn búskap. Ég ólst upp í þeirra hjá þeim meðan þau voru við lýði. Guðlaug var amma mín, móðir föður minns, Bergs. Hún var blind alla þann tíma sem ég man eftir og hún sagði mér að hún væri þá búin að vera blind í rúm 20 ár. En hún var sérstaklega örugg og hafði að okkar álit allra mikið sjálfstraust eða varð að treysta á sína orku og það var aldrei að finna að henni bristi kjarkur. Ég man vel eftir því fyrst þegar amma sagði mér nú förum við niður í Heiðarhöfn til Dísu dóttur minni, að þá tók hún í hálsmál mitt að þetta verður og sagði nú ferð þú og ég segi þér hvað þú skalt ganga. Og ég varð aldrei var við það að murði fótaskortur á leiðinni. Það var frekar að ég hnaut en hún. Nú, áðan sagði mér að þið að fara meira sér út í Eyði sem hann ábyggilega þótt þrekvirki. Já, amma mín var þannig skapið farin að það var eins og hún léti ekkert böga sig. Daniel bróður hennar bjó á Eyði sem austan á nesinu, beint gegn Heiði. Einu sinni segir amma við mig, Snorri nú fyrir við austur í Eyði. Hvernig má það vera að gera, þetta ekki austur í Eyði? Ég segi þér hvert þú skalt fara. Götuslóða voru nokkuð glöggir frá Heiði og austur, mitt Eyðiskar sem kalla þeir. Og hún segir mér bara að fara götuslóðana. Náttúrulega vorum við ekki komin stutt frá bænum þegar að okkur var veitt eftirför. Arnþrúður dóttir hennar sem bjó á Heiði sem amma mín var verið hjá, hún kom á eftir okkur og það var ekki við það komið að móðir Arnþrúður vildi að amma vildi snúa við. Heldur vorum við að fara með henni bara austur, þá gott hún ákomist það. Ég man vel eftir því að við Einvörður sem kölluð hún stendur á landamerkjum Eiðis og Heiðar, að þar sjáum við mann og við þykjumst kenna það að það Daniel Jónsson, bróður ömmu. Og ég man eftir því þegar að Daniel kom á mót okkur og sá þennan hóp, að þá var eins og ditt yfir hann, svo hissa var hann. Þér bregður aldrei systur, sagði hann, þú ætlaði mér. Okkur hefur gengið prýðilega hingað og nú ég í hólpið þegar ég búin að finna þér bróðir, sagði. Jæja, þetta orðið nóg. Nei. Það var útgerð frá Heiði, ég man eftir Þráin. Já, það nú svo stór saga, sko. Já, þú getur sagt okkur eitthvað frá henni. Ég veit. Jú.
það er eins og þú veist, það er bara einn þáttur af mörgu. Auðvitað var það náttúrulega stærsti þátturinn í atvinnulífinu meðan það stóð. Og þetta var verkað í Heiðarhöfn? Jú. Þetta var, við byrjuðum nú fyrst heim í lendingu. Byrjuðum fyrst heim í lendingu, Pabbi nú heiti útbjóðbátinn og allt saman og var útbjóð hann í hendur okkur og fylgdist alltaf með því. Nú byggði pabbi þráinn? Smíðan ekki, hann yfirbyggði hann og lagaði hann til þessar útgerð. Þetta var bara opinn bátur sem að segja hlífð og laus, ekki skjólborð á honum neitt. Hann gerði svo mikið veða til þess að gera að því skipi sem hann varð, sko. Það er svo margt sem ég kann að segja frá því. Í Bakkatúni, þar eru jarðaðir frakkar. Það er 1904 frekar en 5 þá strandaði fransk skúta á Heiðavík. Ég man vel eftir því og ég hugsa margir yngri heldur ég að þeir munu vel eftir strandflaki sem var oft í fjörunni. Það var svona kjölrist af skipinu. Það var ekki á því strandi, það hefði verið strand áður, æði löngu áður, að það ráku 2 lík í fjörunni á Heiði. Þau voru bara greftuð við að þeirra tíða séð bara í túninu, í Bakkatúninu sem kallað var. Þau leiði sáust alla þá tíð glögglega sem ég var á Heiði, sem fór ekki frá Heiði fyrir 1950. Nú þetta er nú eitt af mörgu, það er víða sem er svona grafreitir eftir svona strönd á Langanesi. Það er kallað við Skálakross. Þar var verið að reyna að fletja lík af skipi sem strandaði út á Skorvík, frekar en á þeirri stóru jörð. Svo brast á svo mikið veður að þeir komist ekki að lengra með líkin heldur en að svo nefndum Skálakrossi og þar var þetta jarðað og merkt skal ég segja þér við það með krossi sem sást lengi og ég held að þetta umhverfi sjáist glögglega enn. Svona var nú saga, ég man nú ekki eftir, það getur vel verið að til lengri tíma litið að þá sé þetta kannski víðar hægt að sjá eftir svona. Nú, móttekjan, hún var úti við Skálanes, mórinn, það tekið mór á Heiði. Móttekið var náttúrulega stundu á Heiði eins og öllum jörðum á þeirri tíð. Það voru svarðatekjur víðar en á einu stað. Aðalega var það nú út með sjónu sem við köllum. Beggja megin við Langasker. Þar eru stóra mógrafir ennþá. Líka var tekið mór í Skarðinu við nefnum og það var nefnt við Tvívörður. Það eru vörður í Heiðalandi, í Heiðiskarði, á náttúrulega Heiðarjörð. Þar tóku við mór oft og lengi tekið mór. Þetta var keyrt út eins og í þá tíð og þurrkað á mel sem við köllum. Segðu mér Snorri, nú er það frægur draugur þessi Skálastúður. Þú manst nú auglast einhverja sögur á honum. Þetta var skip sem var ekki strandað út á Skálum. Jú, það hafa orðið svo mörg skipströnd við Langanes. Ég man nú eftir þessi 2 skipum sem strönduðu austanverðu á Nesinu í Skálalandi sem út við Lambeyri og út hjá Búðum sem kallað þeir. Þetta voru annarskipti voru það vist norskt skip en ég er ekki vissu þjóðernið á henni skipinu hvort það var
norskt eða enskutóri. Ég sem sagt vel ekkert fullorð það. Nema ég man eftir síðasta strandið á Skála var norskt skip sem var á síldveiðum. Nú aftur á norðanverðu nesinu, það var stranduð skip, eins og ég var að segja, tók á það til dæmis með þessu leiðir sem voru grafin, sem við nefnum núna Skálakross. Að það eru svona miðri heiðinni upp af Læknisstaður eða upp af Skála-jörðinni. Það geti verið fleiri strönd. Nú það nýlega strandað skip frá Læknisstöðum sem kallað jörð á Læknisstöðum. Jörð sem utan við, stendur undir utan við Brimnistanga sem kallað Snorri. Það strandaði þar við Höfða sem kallað undir Svartnís. Ég held að það strand sjáist enn. Snorri, ég hef verið að reyna að afla mér upplýsingar gamla bæinn á Heiði. Manstu nokkuð hvernig svona vel eftir gamla bænum á Heiði. Geturðu lýst honum svona? Ég veit það nú ekki, kannski í grófum dráttum. Í svona grófum dráttum? Við byggum í þessu bæ á Heiði alveg fram undir 1930 þegar þetta steinhús var byggt á Heiði sem nú stendur. Þar var fyrst eins og þar byggð baðstofa, nokkuð stór baðstofa. Hún var náttúrulega í einu lagi, ekki tiljuðu sundur. Þar var svaf-fólki flest á þeim tíma. Nú það var kallað, hún var byggð á baðstofa svona nokkuð niður á 2 hæðum. Það var kallað hús, indir. Svo að baðstofa byggingi var nokkuð há. Svo kom frá baðstofu í steganum, þá komu göng fram að bæjardyrum sem kölluð eru. Það voru hús, það var búr, eldhús, slóðareldhús. Öðru megin, á norðanverður. Hérna megin var svo aftur fyrir æðilegu seinna heldur að gamli bærinn var byggður, elsti bærinn var byggður. Þar var byggð nokkuð konar langhús sem kallað var. Þar voru 2 stofur og gangur á milli að útidyrum. Svo var aftur í resinu, það var portrés á þessu langhúsi. Þar voru 2 herbergi, sýttu hverjum enda náttúrulega og svolítið með pláss á milli þeirra herbergi upp á loftinu. Ég var ekki að trúi þessu. Ég var ekki að þetta bæri vera öðruvísi. Nei, það er... Þetta var pláss mikið bær, en það var náttúrulega eins og allir gömlu sveit, torfbæirnir voru, sínu takmörkunum háður og svo þar. Nú svo er það byggt, 1930 þá byggir Jóhann... Svo byggir þegar byggingar og landnámssjóður var stofnaður eftir stjórnarskipti 1927. Þá fóru með að eiga vonir í það að geta byggt sér varanlegri hús. Og þar var Lárus Heitinn Helgason sem það var bóndi á Heiði, tengdasonur Sæmundar Sæmundsson og Guðlaugur Jónsdóttir. Maður Arnþrúðar, dóttur þeirra, hann sóttu lán til þess að byggja á þessu nýbýla láni. Yfirsmiður við þá byggingu var Jóhann Snæbjörnsson, ættað frá Hörgárdal í Eyjafirði, sem giftist svo dóttir þeirra hjóla, Lárusar og Arnþrúðar og setti svo að á Langanessu langan tíma þangað til hann flutti suður til Borgarness. Segðu mér, Snorri, við vorum að velta fyrir okkur hvernig sementi hefði komið í tunnum eða hastu það? Byggingarefni var þá nú náttúrulega allt öðruvísi umbúðum og allt öðruvísi í flutningi heldur en nú er. Þá var sementi flutt í 100 kílóa trétunnum. Já, það var flutt í og það var erfitt. Við bryggjulausir í fjöru að koma 10 óskemmd í land. Já, þetta var flutt sjóinn til... Þetta var náttúrulega með handafli mest á köðlum, sett á nokkur skolar sem við nefnum skrútó
úr mótorbát og í bara smá báta sem voru á jörðinni. Og svo var þetta handlangað með miklu erfið í land. Og sem sagt að þetta voru erfiðir flutningar á þeim tímum. Já. En þá þekktu menn ekkert annað og þá tókum að þessu bara eins og sjálfsögðu hlut. Sjálfsögðu hlut. Já. Það verður náttúrulega lengi hægt að halda áfram. Nei, þetta alltaf að blessa, það óendanlegt. Það óendanlegt sem verður hægt að... Það óendaleg saga, sem hörður þú svo veist. Það óendaleg saga og hún heldur alltaf sín í gang, hún heldur áfram, tími stendur ekki stað. Hann líður alltaf með sínum margvæslegu nýjungum og sem betur fer að ég held að þjóðin eigi það skilið vegna alls erfiði sem var undangengið. Já, þú hefur einhver vantrú á ungu kynslóðinni? Þú hefur einhver vantrú á ungu kynslóðinni? Nei, það er langt frá því. Það er langt frá því. Það væri svartsýni að hafa vantrú á ungu kynslóðinni sem eru vaks upp og á að taka við á þeirra sem eru að hvarfa. Nei, Erfalandið? Nei, það er nú allt annað. Ég hygg að við eigum ekki, við höfum alla átt hraustari og myndarlegri æsku heldur hún sem er að alast upp einmitt núna. Sem að til allra hamingu þá er þjóðin svo lánsöm að hún hefur getað skilað ungu kynslóðinni betri lífsskilyrðum heldur en að svo sem er að hverfa átt í sínum uppvexti. Já, segð mér, svo við endum þetta nú með kannski, nú er ættamót. Hvernig list þér á það? Þetta er nú gaman að koma svona saman. Ég list prýðilega á það þegar að öll þessu stóra fjölskylda kemur nú saman á heiði til þess að minnast þeirra hjónanna, Lárusar Helgasonar og Arnþrúðar Sæmundsdóttur. Það er stór og myndalegur hópur. Og ég get ekki annað en óskað okkur öllum til ég tel mig einn af þessari stóru fjölskyldu, þann 15. í röðinni því þau hjónin áttu 14 börn og ég gat aldrei tala með annað heldur en einn úr fjölskyldunni og til mig enn. En ég get ekki ímyndað mér betri hög frá ættingum þeirra hjóna sem byggu alla sem búskap og heiði og ólu upp svona stóran barnahóp heldur en að þegar þau koma og minnast afa sinn og ömmu og öll svo kynslu sem út á þeim komin. Og ég óska okkur öllu til hamingju við það að þetta megi farnast okkur vel og vera okkur dásamleg minning samveruna. Þessi stóri hópur, hann mun gera allt sitt sem hann megnar að halda minningu þeirra í heiðinni. Jæja, Snorri, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið, maður ólíkt fróðari heldur maður var áður. Það er alltaf, maður sker alltaf nýja fleti á því sem maður vildi kannski segja og það er náttúrulega alltaf takmarkað kannski og ekki gott að koma orðum á öllu eins og þar stendur. Það er best þegar að hugurinn er heill á bakvið sem maður reynir að segja. Já, þakka þér. Já, sko, þetta er matur, það heldur mikið til fyrir það. Ég sést ekki nógu vel hjá þér. Jú, þetta er hann hér, þetta er Aldursforsetinn á að vera baki. Fínt svona. Tekur bara nú mikið af þessu. Aldursforsetinn á að vera baki. Hver stjórnar? Ég? Nei, svona. Já, hún kemur. Við erum á réttum stað. Bara kvífa sig. Já, það er ekkert.
Við erum á réttan Þetta stað. er nógu tími. Heldurðu? Þú varst hérna með það. Já. Gamla því. Já. Það er rétt. Þetta er góð mynd að tóta svona. Það er það hóma. Hvernig skemmt við þetta? Því þetta stað. Já, svo tali hérna. Lafa þú er ekki að gera hingað. Að þú er með. Þú maður taka mynd af þessu líka á eftir. Þessu, já. Taka mynd af þessu. Ég veit það. Hún þeirra kom. Já, við vitum það. Það er rólega í þetta. Já, hvað var þið? Það er umferðinni. Er þetta einhver, hérna, kennslustofa? Já, þetta er nýja skólan, við erum bætið. Já, er þetta skólastofið? Já, já. Er svo Björgunaberti? Sko, þetta er Björgunaberti og Helga. Hvað var? Hann er líka bara, ég var með þetta, þegar ég var gaman. Jú. Hvað, segir ekki neitt? Jú. Erum að Jú. Hvernig er það? Já, það er með mér svo ég er að laga festina. Já, hún aftur, Svo má ég nú ekki að tala mikið, ég er svo máli. Hver er mín? Þú sagði ég var svo máli, ég mætti ekki tala Nei, þú voru að mikið. setja festina svo dofa. Nei, hún kemst ekki á það. Svo Tóti. Stuttan alltaf. Tóti. Kiftin upp átta. Tóti er ekki það þegar ég er. Hún sér. Nei, hún er máttfélagið, hún er á réttum stað. Láta ekki svona. Tóti heldur að segja leiði? Ég vil bara fá góða mynd, sko. Já, Tóti var góð svona. Hans fyrir heim. Erum við Lára Fallegar? Lára, þú ert með þessu fínu festi. Já, fínu festi. Voru það lítið? Sérstaklega hún er hann innendur kjólum. Þetta er bara mynd af henni. Hún með festin innendur kjólum, það er ekki margt að það. Þetta er ekkert að Það koma. verður verið fallega myndir. Ég er ekkert að taka þig ekki að tala saman. Já, hvað er þetta? Það er að banna mér að tala. Sumir Það er tísu. Já, það er ekki að segja. Já. Finnst það rétt? Hvað sé, Ingi segir Hann ekki segir orð? ekki orð. Nei, hann á það ekki. Það segir ekki orð, sko. Já, það er það. Maður gerir það. Nei. Hópindi. Ég finnst það ekki. Æði. Já, algjör. Já, nú vil ég vera fallið, sko, alveg móðins. Nú vil ég alveg vera móðins hjá þér. 10 ára myndið ég er. Þú Ég heimta það. Þú svo vel svo það er margt að leið. Já, sér svo. Stoppið þessu. Stoppið aðeins. Já, okkur líka rétt. Já, það er, hvað erum við ekki þalleg? Gerðu það? Ertu búin að mála þig? Gerðu það? Búin að mála þig? Besta henni, tífis í skömm er þetta. Ekki draga það. Sérðu? Ég er sýttin. Hann er mér að jafna með hans. Já. Stafsi. Gerða það kann ekki mála sig, hún er svo Þetta er stafsi á skermunni. Já, maður er ekki gera það. Þetta kemur. Já, hvað er þú segir? Trúlega. Já, það er alveg núna. Það var maður ekki að setja smástundi friði í byrju. Bárun er bara þar. Það er með þetta. Það er bara rólega á þessu bara. Reyndu nú. Já, ég skal fara. Svona. Frýðins. Ég svo ég verði langbestar. Hann veit hvað hann fær fyrir ef ég verði vandamyndir. Það er ekki svolítið. Nei, þú þarf nú ég Nei, ég tala náttúrulega. Það er neitt æði hér. Sérðu áhörðunar? Já, þetta er ekki flott. Svo hann reyndi að horfa svo gammal á mig. Já, reyndi að láta hann hlæja svolítið. Gerðu Tóti smæl? Þetta er bara að mála þig. Það er þá. Þetta greiður svona, nú sjá.
Tóttunum farið með einn alvakkana. Skjólið? Ok, það var fínt. Það er styrt stopp. Eina ekki að fara. Þetta er það. Ég vil fara. Já, hvað fyrir. Manni, Abba Tóri var styrt stofan. Hæ? Gerðu það ekki. Það var hvað? Þetta kemur. Já. Hvað segir þú? Allt færði. Já. Ekki? En þú? Ég var mann á telefon. Rosa frá hann í vélina. Já, tíður eitt annað. Vilju verið þú ekki að segja mér? Það var nú að sjá vélina. Já, myndi lögreglustjórabráð hvernig verður. Bara tala ekki of mikið. Tóta passaði? Það var eina. Ekki einu sinni bára? Nei. En Tóta sem á nú að ræða. Er þetta búinn? Já. Já, núna. Ha? Það lási. Það lási. Það var verið á báru, já. Já, hún er yngst. Já, það er rétt. Við leitum bara þetta röðum. Lítill fugl á laufgum teig, losar blund á mosasæ, heilsar glaður heiðum degi, hristir silfurdögg af væng. Flýgur upp í himinn heiðin, hefur geisla straum í fang, siglir morgun svala leiðir, sest á háan klettadrá. Þykist öðrum þröstum meiri, þenur brjóst og sperrir stér, vill að allur heimur heyri, hvað hann syngur listavel. Skín úr augum skáldsins gleði, skelfur rödd við ljóðin ný, þó að allir þröstir kveði, þetta sama dyrdi. Litli fuglinn ljóða vildi, listabragum vor og ást, undarlegt að enginn skildi, að því snilldar verkið ást. Sumarið komið sæinn og sólskínið ljómað bæinn og vafði sér heiminn að hjarta. Ég hitti þig ástin mín bjarta, og saman við leikumst og sungum með sumar í hjörtunum ungum. Hið ljúfast úr lögum mínum, ég las það úr augunum þínum. Þótt húmið hauður og voga, mun himinsins stjörnur til loga, ást okkar yndi og fögnur. Þótt andvaran söngrödd sé þögnur, þótt andvaran söngrödd sé þögnur. Kvöldið okkar og vorum vagla skó, við skulum tjalda í grænum berjamó. Leiddu
þar niðar og birki hríslan græn. Leikur í ljósum, lokkum og hangandi rósum. Leikur í ljósum, lokkum hinn vaggandi blæn. Þeir sóttu fyrr og syldum höfin blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úfinn sjá. Milli hafnum heiminn þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja enn á seglum höfin breið. Fræknir sjómenn fyrrum komað frjálsri Íslands strönd. Þeir héðan sildum höfin djúp og herjuðu ókunlönd. En síðan margir sækarpar sitt hafa landi frá. Bátar þeirra borist hafa bylgjum sjávar á sjó. Á sjó. Víða liggja leiðir, löngum út frá seiðir, margur sinni æsku eyðir út á köldum sæ. Langt frá heimahögum hef ég mörgum dögum, eitt og æsku árin streyma, en ég skal aldrei, aldrei gleyma blíðri mey sem bíður heima, bjarta nótt í maí. Litla sæta ljúfan góða með ljósa hárið, lætur blíðu brosin sín, bera rósa ilm og vín, allar stundir út til mín. Litla sæta ljúfan góða með ljósa hárið, fyrir hana hjartað brann. Hún allra besta stúlkan sem ég fann. Hennar hlátur minnir mig á fossanni, af hennar munni vil ég teyga sólskinið. Fossins blær hennar kitlar kinn, kossinn fyrsti minn. Hennar augu ljóma eins og hafið blátt, ég hef ótrúlega hraðan hjartaslátt. Hún stúlkan sem ég einni ann, ég enga betri fann. Litla sæta ljúfan góða með ljósa hárið, fyrir hana hjartað brann. Hún allra besta stúlkan sem ég fann. Hún svo sæt, svo sæt að ég alveg frá. Hún svo sæt, svo sæt að sólin feimin. Hún svo sæt, svo sæt að hana allir frá. Hún svo sæt að hún segir að gæti heimi, en far hún mér frá. Á fleirum hjá, upprekk ég og deyju sorg. Og hún svo sæt, svo sæt að ég sofið. Og hún svo sæt, svo sæt að sólin feimin. Og hún svo sæt, svo sæt að það ekkert með. Hún svo sæt og svo sæt og rjóð og dreymi. Og hún svo sæt og svo sæt og rjóð og dreymi.
bara að hann hangið þurr, bara að hann hangið þurr, því flekkurinn minn alveg marflatur og ég mjög illa staddur nema hangið þurr.